Velkomin á samkomu Smárarkirkju, þeir sem eru í salnum, þeir sem eru heima, hvar sem þeir eru að hlusta, velkomin. Við ætlum að njóta þess að vera saman, syngja lofgjörð, hlusta á Guðs orð, eiga samfélag, drekka kaffi og koma okkur heim og horfa á úrslitaleikinn. Já, ég hélt að eitthvað var alveg til í það, sko. Við skulum biðja saman. Faðir minn, við þökkum fyrir mig og leggja okkur í þínar hendur þessari stund. Við bjóðum þig velkomin með anda þinn til að vinna, starfa, tala. Gerð þú það sem er á þínu hjarta, við biðjum. Í Jesú nafni. Amen. I've searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise, treasures that fade are never enough. Then you came along, you put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Because the God of the mountain is the God of the valley. And there's not a place
into gardens. You turn boats into armies. You turn seas into highways. You're the only one who cares. You're the only one who cares. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Sér hver sá, jörð, tungl og sól, já til þín. Ekkert hindrar mig, þið lofaði. Drottinn þínar bænir, vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar tveir mér. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Heyri þig, veröldin öll þegar ég syng. Sérðu sá, jörð, tungl og sól, já til þín. Ekkert hindrar mig, þið lofaði. Nú í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar tveir mér. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar tveir mér. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Kom þú, drottinn minn, fagna vil, halleluja. Kom þú, drottinn minn, syngdu lof, halleluja. Kom þú, drottinn
þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus. Drottinn dýra, venni, já, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottinn dýra, venni, já, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottinn dýrmar, tvennir, já, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syngjum þetta einu sinni saman. Drottinn dýrmar, tvennir, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Takk Jesus, helgist þitt nafn. Halleluja. Drottinn minn, þakka við fyrir megum dvelja í nærveru þinni. Fyrir anda þinn, drottinn minn, fyrir náð þinn og miskunn við aðganga hásæti þín. Munum dvelja í nærveru þinni, hins lifandi Guðs. Þakka þér, blessu þig, drottinn minn. Takk, Jesus. Og við ætlum að halda áfram að lofa drottinn. Við höfum líka núna að gera það í formi samskotsins okkar. Það eru baukar hérna á borðinu, það er posi frammi og upplýsingar á skjánum, eða við getum líka gert þetta bara í appinu ykkar. En þetta er hluti af tilbúslunni. Þannig að við fáum smá tónlist undir og síðan syngjum við meira, lofum drottinn og blessum hans nafn. Helgist þitt nafn, Jesus. Lofum við drottinn frelsi. Ég klíf frammi fyrir þér, gef ég þér allt, gef ég þér allt. Finn mig hér, dragðu mig nærri þér, ég þrái þig, Jesus, ég þrái þig. Allt ég gef þér. Finn mig nú með miskunn og náð og
Caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave.
I'm not here for blessings. And Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do, I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sing another song and take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. But I'm not here for blessing. And Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do, I just want you. I just want you, and nothing else, and nothing else, and nothing else will do. I just want you, and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. I just want you. Oh, nothing else will do. I just want you.
us back to those precious moments where I find you. And take us back to those precious moments, where I find you. And take us back to those precious moments, oh, to those precious moments where I find you. Take us back to those precious moments, take us back to those precious moments where I find you. Take us back to those precious moments, oh, where I find you. Take us back to those precious moments, take us back to those precious moments where I find you. Take us back to those precious moments. Take us back to those precious moments where I find you. Take us back to those precious moments. Take us back to those precious moments where I find you. I just want you and nothing else. And nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else will do. I just want you. Dróttu við erum akkurat á þessu augnabliki núna sem þú ert og við finnum þig. Dróttu minn, þakka fyrir anda þinn sem að starfa. Opnum bara hjört okkur huga, leyfum honum að koma á sinn sérstaka máta. Hann þekkir þig, hjartað þitt, lífið þitt betur heldur en þú sjálf. Kannski vill hann gera heilt. Já, hann að gera heilt. Takk, Jesus. Hann opnar eyrað þitt. Hann tekur höfuðkvalirnar núna í burtu í Jesú nafni. Hann lækkar ökklana þína. Takk, Jesus. Hann gjörðu þig heilan. Í Jesú nafni. Þú sem ert búin að berjast við þennan feikna verk alltaf í kviðnum og engin svona almennileg skýring á því af hverju þetta heldur stöðugt áfram. Í dag mætir Jesus og gerir heilt. Núna. Takk, Jesus. Vandamálið þitt í ennishólum, stíflaðar ennishólur,
leysast, opnast, heilbrigði, lækning, núna. Takk, Jesús. Og bakverkurinn. Það eru margir sem þurfa að berjast í bakverk stöðulega. Í Jesú nafni þá köllum við lækningu Drottins inn í bakið þitt, svo vertu heil af þessu meini. Því þetta augnablikið sem við mætum Jesú. Þetta snertipunktur sem hans kraftur opinberast, sem hans kraftur kemur, sem hans kraftur læknar og gerir heilt. Og ekki bara líkamann þinn, þetta sálina þína, andan þinn, tilfinningarlífið allt í Jesú nafni. Takk, Jesús. Syngjum saman Nothing Else. Nothing else will do. I just want you. Syngjum þetta sem játningu okkar til Nothing else. Ekkert eins og hann. Nothing else. Nothing else will do. We just want you. And nothing else. Nothing else, nothing else will do. We just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. We just want you. Nothing else, nothing else. Nothing else will do. We just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. We just want you. We just want you. Nothing else will do. Just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Halleluja. Þetta dásamlegt. Þetta alveg dásamlegt. Gaman að hafa tóna með okkur í dag. Einn af mínum svona uppáhalds hérna lofgjörar karlmönnum. Þeir eru ekkert of margir en hann einn af þeim sem ég held mikið upp á. Halleluja. Ef við kíkja aðeins í orðið. Takk fyrir elsku vinir á pallinum. Þetta var dásamlegt og þið í salnum að lofa. Þetta alveg dásamlegt. Ég var beðinn að biðja sérstaklega fyrir því að Ítalir myndu vinna. Síðan fékk ég líka fyrirbærinarefni að Englendingar myndu vinna. En já, nákvæmlega. En ég hefði eftir áralegum heimildum að Guð sé ekkert í þessum bransa að ákveða hver vinnur. Sést best á því að hann hélt með Danmörku. Það er gaman að þessu. Þetta voru hörkuleikur. Fyrir ekki svo löngu síðan, og sumir kannski mun eftir því og aðrir ekki, sumir heyrðu og aðrir ekki, þá var Sigurbjörg að tala og hún kom inn á orð vitnisburðarins. Hún var að tala hversu mikilvægt orð vitnisburðar okkar er. Bara það sem við segjum það sem Guð hefur gert. Og þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að spjalla við hann Ingó vin okkar
sem þekki nú AA og 12 sporin mjög vel. Það sem að, hann sagði mér söguna, honum Bill. Hver margir þekkja Bill í 12, já, AA. Og hann var, sem sagt, þetta var eiginlega bara nýfæri á stað, allt þetta ferli með AA-samtökin. Og hann var búinn að vera edrú eitthvað smá tíma og hann að fara út á göturnar og hann að segja öllum hvað að gera. Og það er ekki einn sem hann að hjálpa. Þetta eru alkohólistar, þeir eru bara í götunni og hann að reyna að hjálpa þeim, hann að reyna að segja strákar, stelpur, þeir eru að gera þetta svona og ekkert gerist. Svo hann fer tilbaka til læknis sem hann þekkti þarna og fer að spjalla við hann. Og hann segir, það bara ekkert að gera og læknir spyr, og hvað er þetta að gera? Ég er að segja hvað þeir þurfa að gera. Hættu því og segðu hvað þú gerir. Hver er orð vitnisburðar þíns? Bill, segðu það og þá fór hlutirnir að gerast. Við erum gjörn á því trúni líka. Segja öllum hvað þau að gera. Nei, ég ítreka, ég hef sagt þetta oft, ekki þið, en það er fullt af svoleiðis kirkjum sem eru alltaf að segja fólkinu hvað þau að gera. En, já, ekki við, bara þetta, hver er ég, hvar er ég staddur, hvað hef ég lært, hvernig hef ég þroskast? Hvernig hef ég náð þeim stað sem ég er á? Jafnvel, það þýðir ekki það að þú mátt alveg byrja að segja þetta áður og heldur þú sért fullkomin, sko. Við erum ekki að bíða eftir þegar ég var alveg fullkomin áður fyrir að deila vitnisburð okkar. Náð Guðs er svo mikil, hún er svo stórkostleg. En það vill verða eins og svo marga aðra, ekkert bara í trúnni, þetta er bara í lífinu oft. Kannist þið við svona, ég er með þetta hugafar. Ég er með þetta. Kannist þið við það? Já. Nei, sumirinnir er mjög auðmjúkir hafa aldrei verið á þessu. Ég er með þetta, ég er búinn að ná þessu. Með öðrum orðum sagt, ég kann þetta. Kann allt í samt í trúna og, þú veist, ég tekur ekki að vera að fara í kirkju, ég er bara búinn að heyra þetta. Kann þetta. Skilur hvað er að fara? Þetta, ég er með þetta hugafærið og þetta hugafær er vont fyrir hvern sem er. Ekki, það er bara fyrir hvern sem er. En nú erum við í kirkju og erum að tala lífið þar og í trúnni. Þetta er mjög vont fyrir trúarlífið. Af því þetta kallar á þetta að það er ekkert meira sem ég get lært. Það er ekki nóg að vita það í hausnum. Og ekki bara að vita í hausnum, sjáðu. Þú getur talað í reikningaversum, en við erum allt niður í þig. Skilurðu? Það snýst nefnilega ekki þetta. Það snýst ekki hvað þú heldur fram og hver þú heldur að þú sért ef þú heldur að þú sért með þetta búin að ná þessu. Þetta snýst það sem Jesús sagði við konuna sem kom inn og hún gerðist boðflenna. Pælið þessu. Gerðist bara boðflenna, þá var hérna fyrirmenni að gefa Jesú að borða eitthvað lambalæri kvöldið og rauðvínsglas og þau bara, hún riðst þarna inn og fer að þvo honum. Einhverjum dýnum smislum og ilm. Góður ilmur er góður ilmur. Og þetta er svona góð ilmur. Og þeir náttúrulega eru með þetta hugafar. Ég er með þetta. Hvað ert þú að gera, kona? Jesús er að tala um okkur. Hver ert þú? Hvað ert þú að eyða þessum pening í dýrsmisl? Þú ert fyrst alveg bara kona. Í dag, já, það myndir náttúrulega ekki líðast að segja þetta, en það hefur mikið breyst. En sum þjóðfélagin og sum eru þar ennþá reyndar, konan er bara einhvers staðar, veit ekki hvar. Og það er ekki gott og þannig á það ekki að vera, við vitum það. Þess vegna leggjum við algjörlega allalega upp úr því við erum helst að hafa 5 kvenpastor á þetta. Í alveg talað, fyrstulega ertu kona og öðrulagi ertu kona og þriðjulega ertu kona. En hver ertu? Hver þykist þú vera?
þér var ekki einu sinni boðið hérna til að spjalla við Jesú. Við erum búin að plana þennan dinner í langan tíma. Við erum með sérstaklega svona administrator sem er búin að hugsa þetta. Vesla inn alltaf dýrasta til að gefa honum borða og við ætlum að eiga þetta kvöld. Hver er þú? En hún elskaði hann og Jesús aðeins setti svona ofan í við á. Strákar, ég er búin að vera með ykkur hérna og þið hafa ekkert verið að þvo mér eða gefa mér ykkur smysl eða segja þið elskið mig eins og hún er að gera. Ekki einn ykkar. Þið eru allir með þetta. Þið ætlið sennilega að kenna mér, neða, sagði það ekki. Þið ætlið sennilega að kenna mér eitthvað. Þessi kona kemur og hún kannski er búin að eyða aðlögu sinni í þessi smysl. Hún kemur auðmjúk. Það þarf meira en lítið að koma inn sem boðflenna inn í kallabóð á þessum tíma. Í dag var það jafnvel mál, en þarna var það stórmál. Og þá kemur þessi dásamlega setning frá Jesú. Þeir elska mikið sem mikið er fyrirgefið. Hún áttaði sig á því hvað hún þurfti mikið á Guði halda. Að það var bara fyrir hans náð sem að hún var það sem hún var. Það var bara fyrir kærleik og náð Guðs að hún hafði eitthvað í sér. Guð hafði fyrirgefið henni syndir sem hún áttaði sig á að hún átti enga megin skilið. Ég er með þetta hugfarið, er örlítið svona að Guð fyrirgaf mér alveg, en ég er líka búin að vera rosalega klár. Sjálfur, sjáðu. Ég er líka búin að gera þetta, sjáðu. Það er mest Guð, en það er kannski ekki 50-50, ég er 40-30 sko. Eða 40-60 eða eitthvað. Sjá hvað er fara. Það er ekki bara, hei, ég er ekkert ánægður Guð. Við sungum það áðan. Ég skammast mín ekkert fyrir að þarfnast og þurfa, fyrir veikleika minn. Og því að þú samþykkir mig eins og ég er. Og þetta er það sem er lykillinn. Þetta er það sem kona þessi hafði uppgötvað. Að hún hafði uppgötvað það að það var bara fyrir náðina sem hún hafði þennan aðgang. Það var ekkert í hennar. Sko þeir héldu að Jesús hefði svo sannlega að koma að þess að þeir voru merkilegir, sjáðu. En þeir voru ekki merkilegir en aðrir. Sjá hvað er fara. Auðmýktin leiðir alltaf til þroska. Og auðmýktin, það er bara þetta hugfar að vera með anda sem er móttækilegur fyrir nýjum hlutum í Guði. Andi sem hægt er að kenna eitthvað. Ég get sagt ykkur það. Já, ég er það bil aldursforsetinn þinni. Ég er enn að læra. Það er ótrúlegt, já. Takk, Sibba mín. Það er ótrúlegt. Ég veit það er ótrúlegt. Look at me. En ég er enn að læra. Og því eldri sem ég verð, því meira sé ég veit ekkert. Kann ekkert, skil ekkert. Svo skiptir máli. Og ég er alltaf að þeim langar svo að læra meira. Mér langar svo að vera á þessum stað. Að elska mikið. Af því ég er búin að fatta hvað hann er búin að gera mikið. Þetta snýst ekki það að syndin hennar hafi verið eitthvað rosa miklu meiri, heldur hún skildi þá búið að fyrirgefa allt. Þeir sem ekki skilja fyrirgefningun og náðina, þeir eiga erfitt með að lifa bara í elskunni. Þeir lifa í performance. Þeir lifa í þóknast. Þeir halda að það sé nauðsynlegt til þess að Guð samþykki.
Þetta gott. Þetta Guðs orð, bara það setur okkur frjálst ef við grípum. Fyrir einhverju löngu síðan, mér datt í hug líka í tengslum við þetta vers sem ég ætla að lesa úr Lúkasar Guðspjallinu. Það hjálpar okkur mikið ef við áttum okkur á þessu. Áður en ég les, í Nýja testamenti, í Guðspjallunum sérstaklega, þegar Jesús að tala, þá notar hann oft dæmisögu, hann að tala garð, hann að tala vínekrur og vingarð og annað slíkt. Hann að tala eigandan af vingarðunum og svo það eitthvað sem umsjónarmenn vingarðarins. Hafið heyrt þetta? Og þetta rosalega algeng svona dæmisaga og tilvísina hjá Jesú. Og oftast nær hann að tala áður ég lesta oftast nær hann að tala Guð, Ísraelsmenn, komu Jesú, þar sem hann kom að boða og þeir tóku ekki við og svo framvegis. Hlustið á þessi vers í ljósi þessa fyrst. Þá sagði Jesú þeim þessa dæmisögu, þetta bara dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðursett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann það ekki. Hann sagði þá vingarðsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það nú upp. Hví á það að vera engum til gagns? En hann svaraði, Herra, láta standa enn 1 ár í viðbót, þar til ég hef grafið það og borið áburð að. Má vera að það beri þá ávöxt, annars skaltu höggva það upp. Og ef þið sjá bara strax líkingur eða það sem Jesús að tala ef að faðirinn kallar Ísrael, leiðir Ísrael, svo sendir hann til að vitja hvað var Jesús lengi. Hann var búin að vera 3 ár í þjónustunni. Þetta allt annað. Og það engir á, þeir eru ekki að fatta hver hann Þetta fíkjutré, Ísraelsmennirnir, þeir voru ekki að fatta þetta. Svo ef ekki bara höggva þetta upp. Og þá kemur Jesús og segir, gefum þeim annan séns. Gefum þeim annan séns. 1 ár í viðbót. Getur alveg verið að þá berið ávöxt. Tökum þetta inn í okkar líf. Hættum að hugsa Ísrael, hugsa bara þig og mig. Hvar eru við stödd? Eru við búin að koma okkur á þann stað kannski, eða líður okkur þannig að okkar líf sé að bera lítinn ávöxt? Þá ég ekki að tala það sem klassískt í trúarlífinu, kirkjulífi, bera ávöxt, ég er búin að leiða 10 manns til trúar. Flestir líti á ávöxtin bara þar. Það svo sannarlega ávöxtur. En ég að tala líka bara í þínu lífi. Finnst þér þú hafa þroskast í trúnni síðastliðin 3 ár? Finnst þér það sem að batt þig fyrir 3 árum sé brotið af? Finnst þér þú hafa þroskast í trúnni síðastliðin 20 ár? Ef þú búin að vera trú svo lengi. Síðustu 6 mánuði. Sjá hvað fara. Erum við ánað með okkar þroskaferli í trúnni? Eða erum við enn að berjast við sömu vantrúna, sömu erfiðleikana, sama ranga hugafarið, sömu neikvæðina, sama hvað það Því að ávöxturinn sem við berum að losa okkur við það sem að hindrar aðra í að komast inn í Guðsríki. Og þeir vilja ekki líta okkur og segja, þetta nú meira, við ætlum ekki að fara í þennan hóp. Þú veist, og það betra bara að fara eitthvað annað, sko. Sjáðu, þannig að við þurfum að skoða, hvar ég? Ég fíkjutré sem hefur borið ávöxt í lífi mínu? Og munið þið, ávöxturinn kemur ekki hvað sem frá sjálfum okkur, hann kemur frá heilugum anda, ávöxtur andans skilurðu? En við þurfum eins og að bara passa jarðveginn að hann sé alltaf gljúpur og góður. Svo kemur hann inn og hvar eru við stödd? Þetta, ef ekki bara höggvaðu upp og kastaði þeirri engum til góðs, þetta bara fyrir í garðinum. Þetta það sem margir kristnir menn halda
Að Guð hugsi svona. Ég einskis nýtur. Ég einskis nýtt. Ég aumur, ég aumingi, ég lélegur pappír, ég kann ekkert, skil ekkert, get ekkert. Þú veist, ég hef ekki þroskast og breyst í mörg ár, miklu meiri 3 aldur minn, ef þú bara vissir. Sýnur. Guð á þeim stað að hann vil bara uppræta mig. Og það skilja allir, Halldór, ef hann gerir það. Þú þekkir mig kannski ekki, en þú myndir skilja líka að þú þekktir mig. Sjá, það þessi hugsun. Guð svona töffari. Og þá kemur Jesús og segir, nei, þetta ekki svona. Gefum honum 1 ár í viðbót og nú ekki reitt. Ég ætla að grafa umhverfis rótina og ég ætla að setja ábyrgð oní. Sjáum hvort að þá ber ekki ávöxt. Og til að tengja saman upphafið í þessari stuttupredikun eða kennslu og svo endin. Það sem þú klikkar á, þínar vankantar, þinn veikleiki, það ábyrgðurinn. Þú tekur það sem þú hefur rekið á, það sem þú hefur brennt þig, það sem þú hefur klikkað, ef við svo segjum. Þú tekur það og þú ert ekki með, hey, ég með þetta, hugaver. Heldur, ég þarf að læra. Og ég tek veikleika minn. Ég tek það sem ég veit að ég er ekki feiminn við að viðurkenna að ég þarf. Og ég seta í kringum tréið mitt, sem ekkert annað en ég þetta tré. Og ég seta í og ég læt heilagan anda vökva það, ég læt vínyrkjan koma og hugsa þetta og sjá hvort að þetta mun ekki næra stofninn og bera ávöxt. Þetta lífið í Kristi. Hann ekki fara að uppræta þig. Hann sé leið mér að taka veikleika þinn. Leið mér að taka þinn svo konuna sem elskar mikið vegna svo hún vissi að hún fyrirgefur mikið. Leið mér að taka þetta allt. Seta það í arfinn í kringu þig og nota það til þess að þú þroskist, til að þú vaxir. Til að þú verið sterkur eða sterk og beri mikinn ávöxt. Það engin lifandi maður sem ekki vil bera ávöxt í einhverju. Kristinn eða ekki kristinn breytir engu. Það vilja allir taka einhvers konar þrosk og framförum. Í kristninni þetta leið. Ekki að reykja sér upp og segja ég með þetta. Og hætta. Heldur, halda áfram og segja nei, ég þarf endalaust. Og náð Guðs endalaus. Hann bara hreinsar og fyrirgefur og læknar og gerir heilt og hann dælir og segir ég vil í kringum tréð mitt og blæs heil lífi, heila sandi og nær líka með minn. Þetta Jesús. Hann svo góður. Hann bestur. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við máttum kíkja aðeins í orðið þitt. Þakka fyrir það, Drottinn minn, að þú góðu Guð. Og Drottinn, við viljum einmitt verið þessum hópi sem að elskar þig af því við vitum að þú ert búin að gera allt fyrir okkur. Okkur mikið fyrirgefið. Og við eigum allt lífið bara undir því að þín náð ný á hverjum degi. Við erum ekki meistararnir, þú ert meistarinn. Við erum ekki snillingarnir, þú snillingurinn. En þú laðar okkur inn og lætur líf þitt flæða í gegnum okkur til lífs, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir allt og alla í kringum okkur. Og þakkum við fyrir það, Drottinn, að þú andið þinn starfar og vinnar og verkar. Og þú ert góður Guð. Blessa sig þitt heilaga nafn, Drottinn minn. Drottinn, ég bið fyrir þeim sem að ekki þekkja þig á þennan máta. Eru kannski að hlusta, Drottinn minn, en svona alveg á mörkunum jafnvel við viti hvað við erum að tala vegna þess að þeir viti ekki hver þú ert. Jesús, ég bið að opinbera
koma inn í líf þeirra og tala til þeirra af því þau þrá. Segi við þið sem ert á þessum stað, hvort sem í salnum eða heima eða hvar sem þú ert. Þú þráir og þú þarft. Og Guð í Kristi Jesús gefur þér allt það sem þú þráir og það sem þú þarft. Meðtaktu líf hans, meðtaktu hann inn í þitt líf í Jesú nafni. Halleluja. Og rétt eins og við tveir sögðum í byrjun með orð vitnisburðar okkar, þá biðum að hafa bara eftir mig núna. Kæri Jesús, ég hef nú komið til þín og ég þakka þér að þú ert góður og þú ert bara góður, og ég gef líf mitt til þín og bið þig að næra það, lækna það, gera heilt, yst sem minnst, frá toppi til táar, að ég megi bara ávöxt kærleika og lífs í Jesú nafni. Amen. Halleluja, Jesus. Meðan Rabbi spilar ljúfa tóna fyrir okkur, eða þið vilja vera kyrr í salnum og bara hugleiða, loka augunum og leyfa Guð að tala til ykkar endilega. Það er ekkert sem hastar. Það er kaffi frammi fyrir þá sem að það vilja, eða þú mátt vera að því að staldra við. En við þökkum innilega fyrir daginn og Guð bless ykkur og því sem voru heima að hlusta. Guð bless ykkur líka og ykkar fjölskyldur. Amen. Nú samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.